Kári, gleði dagur, 3 nýju leikmenn, hvernig líst þér á það? Já, heldur betur, ég meina mér líst mjög vel á þetta. Pálmi rosalega spennandi markmaður og á að geta gefið Ingvari næga samkeppni. Bara það verður gaman að sjá hvernig hann þróast. Valdimar, við vitum náttúrulega nákvæmlega hvað hann getur og styrkir liðið mjög mikið. Og svo Jón Guðni, hann náttúrulega kannski aðeins meira óskrifað blað út af meiðslum og svoleiðis, en ef hann nær eitthvað í líkingu við fyrri krafta þá hef ég engar áhyggjur að hann verði eitthvað annað en besti afsett-deildarinnar. Hvernig bara eins og semja við Jón Guðna, ekki að þú farir oft djúpt í samningu við þeirra, en eru þið með eitthvað, ef hann meiðist eitthvað bakslag? Já, við öllum ekki að tala um innihald samningsins en það er náttúrulega alveg ljóst að þetta er alveg mikil áhætta involved fyrir báða aðila og hann væri ekkert að reyna þetta nema hann væri alveg 100% að hann gæti átt eitthvað í þetta, þannig að við vonum bara að það er allra besta og það er bara best fyrir allir aðila. Hvernig er að ræða við Sogndal að fá Valdimar? Er það flókið mál? Í heiminu, það er náttúrulega bara mjög venjulegt samtal, bara við vildum og það þarf náttúrulega að kaupa manninn frá Sogndal, þannig að einhverstað verður það að byrja og leið og boltinn var farin að rúlla þá svona komst við að samkomulagi kaupverð. Í fréttum einhvern veginn að hann hefur verið að ræða fleiri félög, hvernig er bara að vinna baráttan hann, er það ekki ánægilegt? Jú, ég meina við svo sem tölum við Strömskóset í fyrra líka og erum mjög hrifnir á honum sem leikmanni, þannig að við höfum verið að reyna að ná honum í næstum 2 ár núna og loksins náði stað, þannig að okkur hlakkar mjög mikið til að hann klæðist vinstri. Horfir á hann sem fremsta mann eða fremsta miðjumann? Já, ég meina ég held að hann sé bestur í framlínunni og sem sóknartengilegur á miðjunni, þannig að hann verður að skoða það. Hvernig bara, aftur með samtali við Wolves hálft ár eftir þar, er það flókið? Nei, ég meina þetta er bara að koma þér í sambandi við réttu aðilana og reyna að komast að sanngjarni niðurstöðu og það hefnaðist í báðum þessu tilvikum. Kom óvart að Dotti myndi leggja hanskann á hilluna? Nei, ég var náttúrulega búinn að vera á bakinu á Dotta í svolítinn tíma að þetta var náttúrulega bara erfitt, hann var hann einstæður faðir og koma dóttur sinni í pössun endalaust á æfingum og var að segja hversu erfitt þetta var og ég náði platan til að taka 1 ár í viðbót, þannig ég bjóst svo sem við því að þetta yrði staðan eftir svona langt og strembu tímabil, en bara og við kveðjum hann alltaf með miklum söknuði og hann búinn að vera frábær fyrir okkur bæði í markinu og líka bara inn í klefa og utan allar og bara svona ákveði lím sem við verið í þessum hóp. En Pálmi er enga sér gríðarlega spennandi markmaður og verður hrikalega gaman að sjá hann. Það er svona umræðinu hvort að Víkingar ætla að taka sér vinstri bakvörð ekki, eru þið búin að leysa það með Jóni Guðna eða viljið þið taka inn vinstri bakvörð? Nei, ég meina við erum með mjög góða Bjarki Björn er rosalega flottur vinstrifótamaður og Sveinn Gísli líka, þannig að við erum alveg vel settir, það eru báðir geta að spila bakvörð og svo er Jón Guðni náttúrulega líka. Þannig að ég held að við séum bara ágættir hvað það var. Þið voru orðið við Emil Atlason takir núna Valdimar, er það búist við einhver fari úr sóknarlínu, eru bara þétta raðirnar? Já, ég meina við erum að þétta raðirnar og þegar við komum að því að það er komið tilboð í menn eins og Ara Sigurpáls og mér finnst ekkert ólíklegt að komið tilboð í Daniel. Þetta er náttúrulega ungi leikmenn sem hafa verið að blómstra á Víkingsvellinum, þannig að það er svo sem ekkert ólíklegt að það gerist en auðvitað verður að vera tilbúinir í allt en tímalínunar eru aldrei einhvern veginn réttar í þessu og þó að hvorugur þeirra sé farin að þá er þetta bara gott fyrir Víkinga að fá einn í viðbót. Fáinn 3 leikmenn núna, er þetta eitthvað statement upp á framhaldið, ætla að taka 2 aftur? Já, ég meina það var alltaf uppleggið og ég til okkur verið með nógu gott lið áður en þessi 3 aðilar komu og við erum svolítið að taka kannski vonandi að taka út svona kannski luck of the draw í Evrópukeppni. Við viljum vera bara að geta unnið öll þau lið sem við mætum. Hvernig er bara með hópið núna? Er eitthvað sem þú sérð að þú vilt styrkja þeim frekar? Ég held að þetta voru bara okkar svona targets númer 1, þannig að eins og ég segi, maður veit aldrei hvað gerist, það getur vel að komið tilboð í einhvern óvæntan leikmann hjá okkur og þá þurfum við bara að díla við það þegar því kemur en ég held að við séum orðnir helviti góðir núna. Arnar Gunnlaugsson er að fá bakvið.
Er eitthvað þróun á málinu hjá honum sem þú getur sagt frá? Ég get í rauninni ekki sagt meira. Við gáum leyfi á að tala við hann en það ekkert í rauninni spurst frá þeim síðan, þannig að það verður bara komið ljós. Varstu þetta búist að halda honum? Ég veit það ekki alveg. Jú, alveg eins. Ég held að þetta sé bara algjörlega 50-50 hvað gerist í þessum málum, en það væri gott að fá bara lausn á því sem fyrst, sko. Ef hann ertu búin að plana með Sölva að hann taki við? Ég held að það sé ekkert launungarmál að hann okkur svona fyrsti kandidat í þetta og ég vill að það sé samfella í starfinu í Víking, þannig að það svona augljósasti kostur. Takk fyrir þetta, Kári. Takk.